Komdu sæl, þú frábæra manneskja. En gaman skulur að horfa á þetta myndband og bara gott hjá þér. Notaðu tækifærið núna og klappaðu sjálfur þér aðeins á bakið. Eða á öxlina. Það fer reyndar eftir í hversu líður manneskja verð. Bara það að hafa smellt á myndbandið því það að þú ert að fara að rokka þennan áfanga. Oh my god, ég get ekki beðið eftir niðurstöðunni. Well done, sir. Þetta kann að vera lítilvægt en þetta er alltaf að fara að gerast hjá þér. Yay! Ef þú varst að horfa á annað myndband frá mér sem var að segja sama hlutin, þá er það líka alltaf lagi. Það er alltaf gott að klappa sér aðeins á bakið, eða öxlina. Mann getur liðið betur í hjartanum við það og í versta falli er maður bara að teygja þess á sér, sem er líka góð. Allána, já, þetta myndband er þess að sýna hvað ritgerðir er, af hverju við gerum þær, hvað heimildir eru, af hverju við notum þau heimildir, hvernig við vísum í þær og hvernig við setjum upp heimildaritgerðir. Ef fylgir þessum leiðbeiningum vel, áttu eftir að skapa eitthvað svo keppnistöffverk að þú myndi vilja lesa ritgerðina aftur yfir bara til þess að baða þig í dýrðarljómanum yfir að skapa nokkuð eins töff. Alright, hefumst að handa. Hvað er ritgerð? Markmið allra fræða er að búa til eða safna þekkingu fyrir heiminn á einhvern hátt. Ok, hvernig gerum við það? Við finnum eitthvað málefni, einhverja spurningu sem við viljum svara, eitthvað sem er mikilvægt að skýra fyrir öðrum og við setjum ferlið upp með því móti að lesandi læri eitthvað nýtt, sem á heiminum sjálfur. Þú ert að fara að breyta heiminum. Kannski ekki beinlínis með þessari ritgerð en maður þarf að æfa sig skilur. Ritgerðin er hið ultimate form af upplýsingum. Einhver sem eru að rannsaka eitthvað málefni, fundur skýringu á því og miðlar því svo til annarra. Ástæðan fyrir þessu formi er einfaldlega vegna þess að þetta er skilvirkasta og áreiðanlegasta leiðin til þess að búa til sem og flytja nýja þekkingu. Allar rannsóknir, vísindagreinar, góða fréttagreinar, ræður á Alþingi, YouTube-myndbönd eða bara whatever byggja alltaf á sama prinsipinu með einum eða öðrum hætti. Þetta er því ekki bara til þess að ná þessum áfanga, þetta er til þess að færa þér þá kunnáttu sem þú þarft til þess að koma upplýsingum frá þér með þeim hætti að þá fær fólk til þess að taka mark á þér. Þetta er mikilvægt, trúðu mér. Nú, af hverju heimildir? Á meðan ég persónulega til hverja einustu skoðunin að vera einstakt og fallegt snjókorn og nýt þess að vera vitnaði. Þá hefur fræðaheimurinn sem skólinn er að rita hluta af, aukrita vinnumarkaðarins eða bara fólk almennt, þau hafa aðeins meiri kröfu gagnvart þér. Kind of believe that the Illuminati is like kind of trying to make us believe that the earth is round. Well, opinions are like assholes. Everybody has one. Það er einfaldlega ekki nóg að finnast eitthvað, þú þarft að geta stutt það sem þér finnst með sönnunum. Nú skulum við anda aðeins, sannanir því ekki endilega þarft að gera rannsókn um einasta hlut sem vilt halda fram. Það þýðir aðeins það að þú þarft að vísa í einhvern sem gerði eða sagði eitthvað til þess að styðja það sem þú ert að segja. Því þú ekki bara sjálf að segja að svo sé, heldur sé þetta eitthvað sem einhver merkilegur sagði líka. Ekki misskilja mig, þú ert svakalega frábær og merkileg manneskja, en fólk veit það ekki fyrir en það er búið að kynnast verku þínu. Á meðan þarft að styðjast við aðra frábæra, svo fólk veit að þú sért að segja frábæra hluti. Jafnvel fólk sem er þegar þekkt fyrir að vera frábær, vísar í annað frábært fólk til að styðja hvað það er að segja. Þetta er vísindalega leiðin. En þá er spurningin, hvað er vísun í frábært fólk? Þetta er erfið spurning, en þó ekki ómöguleg. Eins gagnrýnin og ég er á fréttaflutning hinna ýmsu miðla, þá hafa margir þeirra eitthvað gott. Það er svolítið listalæra að þekka hvað séu góðar upplýsingar og hvað ekki. Er þetta einhver manneskja eða stofnun sem hefur eytt fjölda ára í að vinna að þeim upplýsingum sem er að ferja fram? Er þetta proper stofnun sem heldur þessu fram? Endilega bara spurðu mig í tíma út ekki alveg með að reyna hvað stofnun er eða hvað sé góð heimild eða svo framvegis. Er þetta fræðimaður sem hefur einhverja flotta menntun sem er að halda þessu fram? Er þetta bara eitthvað blogg eða YouTube-myndband frá einhverju random mannesku? Maður þarf svolítið að meta sjálfur hvaðan þær koma og hversu áreiðanlegar þessar upplýsingar eru. Við bara ræðum í tíma út í einhverjum hvaða. Hvernig vísa ég heimildir? Nú eru komin að einhver svona efnislegu sem hægt er að fara eftir. Númer 1. Vísa í heimildina sjálfa í textanum. Ég get ekki ítrekað þetta nægilega. Það er svo rosalega mikilvægt. Þetta er það sem flestir klikka á. Eins og sjá má á myndinni eru undirstrikaðar tilvitnanir í heimildir. Þær setjum við ýmist við enda málsgreinar eða þá í miðjum texta ef við erum með fleiri en eina heimild í sömu málsgrein. Tilvitunin er þá í sviga, með nafni höfundar og ártali. Ef beina tilvitnun að ræða, þurfa að setja gæsalappir út í textan
og þá vitna í blaðsíðutal ef það er þá hægt. Heimildirnar eiga svo að vera settar í sérblaðsíðu í lokin með titlinum heimildaskrá. Heimildirnar eiga að vera í stafrófsröð og alls konar reglur hvernig eiga að setja þær upp, sem mismunandi eftir því hvernig heimild þetta Nú kynnu að spyrja, hvers vegna eru svona flóknar reglur varðandi heimildir? En ég myndi þá svara því, það veit ég ekki, spurðu bókasafnsfræðinga eða eitthvað, látum mig í friði. Allavega, nafn höfundar fyrst, ef erlendir höfundar þá eftirnafni fyrst, ef íslenskur þá fornafni fyrst. Svo setjum við ártali í sviga, næst kemur svo nafnið á bókinni sem við skáleitrum, því næst borgin sem að bókin var gefin út í og svo útgáfa fyrirtæki sjálft. Ef þetta er heimild af netinu þá er það örlítið öðruvísi og fer svolítið eftir hvaða upplýsingar er hægt að fá heimildina. Það er það nafn höfundar og ártali í sviga, heiti greinarinnar, ekki skáleitrið þetta skipti, heiti tímaritsins eða þá heimasíðunar, það sem þið eru að vitni í, það er þá skáleitra og blaðsíðutal ef það er til. Það reyndar sérst ekki á myndinni, en ef netheimildir að ræða líkt á einhver fréttamiðil eða heimasíðu eða annað, þá endið þið semst á að skrifa hvaða dag þið sótið heimildina og afriti svo urlið í heimildaskránna, sérst slóðina. Svo vil ég benda á það að skólinn er reyndar með mjög góðar og ítarlegar leiðbeiningar hvernig ég að gera heimildaríkir, sem ekki nálgast inn á mútur. Ef það er eitthvað í leiðbeiningu skólans sem stangast á við það sem ég hef sagt hér, þá er ykkur auðvitað frjálst að velja hvoru þið fylgið. Annað mjög mikilvægt, það er bannað að vitna í Wikipedia, alveg bannað. Þú getur notað hana til þess að fræðast málefnið, jafnvel hentugt að nota hana til þess að finna góðar heimildir, það er ekki vitna í síðuna sjálfa, heldur notað á frekar heimild sem Wikipedia vitna sjálf í og passa að lesa síðan yfir heimildina sjálfa. Það er nefnilega keppniskjánalegt að vitna óvart í eitthvað bull vegna sem að skoða ekki alveg sjálfur. Hvernig eru uppsetning á ritgerð? Jæja, ritgerð hefur alltaf forsíðu, inngang, meginmál, lokaorð og heimildaskrá. Þetta með inngang, meginmál og lokaorð gildir reyndar flestallar góða pistla, greinar, kynningar, myndbönd þess vegna sko. Þetta er góð leið til að koma upplýsingum frá sér með þeim hætta að áheyrandi fylgi þræði. Forsíðan og heimildaskráin er alltaf á sérsíðu, en það er hins vegar óþarft með inngang, meginmál og lokaorð. Vegna þess að ritgerðirnar í framhaldsskólum eru það stuttar að það kemur bara hálf kjánalega út. Skulum líta yfir hvern hluta fyrir sig. Forsíðan er alltaf fyrsta síðan og er aðskilin frá hinum textanum. Góð leið til þess að aðgreina síður eða nota Word er að haka í insert og í page break. Þá stekkur þú yfir á næstu síðu og þarft ekki að vera haldinn í spacetakanum. Það sem á að koma fram af forsíðunni er titill ritgerðarinnar, hvort haust eða voran sé að ræða, ártal, nafn kennarans og nafnið þitt. Skoða bara myndinni hérna upp á uppsetninguna. Sakar ekki hafa titilinn eitthvað catchy sem að kveikja áhuga lesendans. Þeir frjálst að hafa mynd og geti verið töff, en það er ekki gerð krafslíkt. Inngangurinn hefur þann tilgang að upplýsa lesendur hvað ritgerðin munu fjalla hvað mun koma fram, án þess kannski að koma upp niðurstöðuna alla, við viljum ekki hafa spoilera, og kannski af hverju það er mikilvægt fyrir lesendar að lesa áfram. Ég hef augljóslega sjálfur hagað að lesa ritgerðinni yfir, en það sakar ekki gera mig pínu spenntan yfir því. Við viljum að lesandinn verði svona áhugasamur það sem við erum að fara að fjalla og sé bara oh my god, þetta var eitthvað geðveikt! Og takt eftir því að það var ekki að vísa neina heimildir í inngang, þannig bara svona intro. Meginmálið, þar sem fjallar viðfangsefni, það er aðalstöðið sko. Þar byrjar þú að skýra hvert viðfangsefni er, skýrir þú þau hugtök sem koma fyrir og kemur með svona almenna skýringu af hverju viðfangsefni sé mikilvægt og þá hvernig það er umdeilt á einhvern hátt. Sem þetta lýsa mismunandi hugmyndum eða skoðunum viðfangsefni eða vandavali. Svo fyrir að lýsa þinni niðurstöðu varðandi viðfangsefni, upplýstu niðurstöðunni á sjálfsögðu, sögum allra heimildirnar sem þú búin að rannsaka í drasl. Svo vitna þú sjálfsögðu alltaf í heimildirnar, í sviga til þess að lesendur sjáu hvaða heimild sé á bakvið hverja einustu fullyrðingu eða málsgrein hjá þér. Það ættir að vera að koma með einhver svona niðurstöðu, skýringu eða lausn á viðfangsefninu sem þú fjallum sem fær lesendur til að hugsa bara wow, þetta er bara gjörsamlega laukrétt. Ég var ekki búinn að pæla í þessu svona. Og þá getum við svona farið bara út í lokaári. En gefið meginmálinu einhver titil sem er lýsandi fyrir viðfangsefni. Ég bara, eitthvað catchy, jafnvel líka.
Jafnvel getur verið heppilegt að skipta meginmálinu niður í kafla eftir hvað verður að fjalla hverju síni. Allan. Lokaorðin, þau eru bara upprifun á því sem fór fram í meginmálinu. Ekki vísin eina heimildir. Það dregur saman í nokkru setningum hvað var fjallað í meginmálinu og hvernig niðurstaðan var. Ástæða fyrir lokaorðinu svona til að minna lesandan á það sem kom fram í meginmálinu. Bara trýta lesandan eins og sé bara með svolítið athyglisbrest og eigi erfitt með að fylgjast með. Og svo bara heimildaskráin á sérsíðu lokin, sett upp með þeim hætti sem ég lýsti fyrir í myndbandinu. Jæja, nokkur atriði letur og fleira. Í fyrsta lagi á notast í Times New Roman letur, ekkert annað. Í öðru lagi á leturstærðin að vera 12 punkta letur fyrir textan og mesta lagi 18 punkta fyrir titla. Í þriðja lagi á að vera 1,5 línubil á textanum. Svo getur í fjórða lagi verið snirtilega jafn út texta, aðgarni í Justify. Í fimmta lagi, og þetta mikilvægt, þá er það orðafjöldin sem skiptir máli, ekki hversu mikið þú nærð að teygja textan út. Því gott að muna að 3 blaðsíðna ritgerð í það minnsta 1000 orð. Því gott að spara sér föndrið og mínus fyrir einhverja rangar leturstærðir og svo framvegis og bara hafa þetta rétt. Betra of lítil ritgerð heldur en of lítil ritgerð sem fylgir ekki reglum uppsetningu út og þú vildir reyna eitthvað teygja út ritgerðina. Ég skoða, orðafjöldaflöð. Að lokum vil ég vara við tvenna. Alls ekki nota Google Translate og ekki copy-pasta einhvern texta af netinu og þykist það að skrifa hann sjálf. Ef þú notir Google Translate þá munur þetta textin bara koma út eitthvað sem óskiljanlegt bull. Það er þetta ógeðslega að finna að lesa svona texta, en það hjálpar þér bara ekki með einhverjum. Að copy-pasta texta ritstuldur. Það það alvarlegt að það getur jafnvel varðað brottrekstur úr skólanum, sko. Eða, áfram, það eftir hversu alvarlegt það og við hvað það Allavega, það nóg til þess að falla fyrir ríkjana. En þá erum held ég bara búin að fara yfir þetta allt. Skulum rifja upp. Í myndbandinu var farið yfir hvaða heimildaríkir hvaða heimild af hverju við nótumst við þær, fórum yfir hvernig að vitna í heimildir og setja upp heimildaskrá, svo farið uppsetningu ritgerðar í forsíðu, inngang, meginmál, lokaorð, heimildaskrá, hvernig og af hverju þessu uppsetning og lokum fórum við notkun leturs, stærðar og hvernig á ekki að nota Google Translate og ekki copy-pasta texta frá öðrum. Endilega flakkaði fram og tilbaka í miðbandinu og ef það er einhver stöku atriði sem þú manst ekki, þá bara kíkjur þar. Annars áskaði bara góðs gengis og þakka þér áheyrnina. Þú ert eftir að rokka þessa ritgerð. Bye!